frú Vigdís, brautryðjandinn til innilega hamingju, ráðherra Þorsteinn og þið hin sem eru yfir 1 prómill á þjóðinni sem hingað hafa komið. Ég mun núna að ræða vistbyggðakerfi og fókusera þá aðalega á þetta breska kerfi en mun einnig nefna þetta bandaríska hér. Þannig laga þá sjáið þið hér skilgreininguna. Þetta að reyna að gera umhverfisvænar byggingar en við verðum að muna til dæmis að byggingar frá vöggu til grafar eða mannvirkin, þau nota það bil 40% af orkunni í Evrópu. Þannig að þó við höfum umhverfisvæna orku, þá þurfum við að spara hana. Og fyrir því. Þetta umhverfisvottunarkerfi BREEAM, það tekur á mörgum atriðum. Ég mun þá aðalega fókusera efni versus vatn og annað, en þið sjáið hérna helstu. Þetta fer frá orku, vatn, efnisnotkun, samgöngur, úrgangur, mengun, heilsa, umhverfisstjórnun þá á mannvirkinu frá upphafi og landsnotkun. Og þið sjáið hér. Þið hafið heyrt kannski Snæfellsstofu og hún hefur verið vottuð og fengið BREEAM very good og hér sjáið þið skorinn. Ég mun tala aðeins vatnið kontra byggingarefnin af því að ég meina að byggingarefnin eiga að fá aðeins stærra vægi á Íslandi. Í heiminum eru yfir 280 svona kerfi og þau kom alltaf fleiri og fleiri. Og þetta var voða skrítið til dæmis eins og Norðurlöndin þegar ég fór yfir könnun fyrir nokkrum árum síðan. Þá var til dæmis aðalkerfi sem var notað á Finnlandi var bandaríska LEED. Aðalkerfi sem var notað í Noregi, það var aðlögun að þessu breska kerfi, BREEAM, og Danir notuðu þýskt kerfi sem þið héldu að yrði staðall og Svíar notuðu allt saman. Og einnig sitt eigið. Einnig tók ég eftir því þegar ég var í Cambridge á Risa Laboratory að þá allt í einu þá breyttist allar áherslur í tilraunastofunni að því að það var ein steypa sem heitir drensteypa, þetta líkist mest vikurplötu, að allir fóru að rannsaka hana í staðinn fyrir endingusteypu. Og það var vegna þess að drensteypa skoraði. Þessi mynd tekin í Dubai og þegar þeir kynntu sitt vottunarkerfi sem heitir Estidama, eða vistvæni, þá var einasta sem þeir töluðu var drensteypa, af því að það skoraði. Og þegar það var kynnt, þá hrópaði einn, held ég frá Kóru, en það rignir bara einu sinni á ári hér. Og líka þegar ég var á Big Five sem með opnunarerindi á Sustainability ráðstefnu vistvæni, þá var líka eina erindi frá furstadæmunum, það var drensteypa. Og sama spurningin kom aftur, en það rignir bara einu sinni á ári. Þetta var BASF, þetta var sýning sem var þar inni. Þannig að það sem skorar, menn leggja rosalega áherslu á því. Frægasta dæmið raunverulega hjólastandur, af því hann skorar. Og hér er ég að kvótera Andrea Sjokker, þannig að hún sjokkar svolítið fólk. Þannig að þetta verður oft bara checklisti, við erum að reyna að safna skorum. Og hér sýni ég þá lífsferilsgreiningu byggingu. Þau eru að muna það að umhverfiskerfin BREEAM, þau fjalla meira en bara bygginguna. Líka umhverfið, þú skorar með því að vera nálægt strætóstöð og svo framvegis. En í vistferilsgreiningu yfir 60 ár, í þessu tilfelli þá þetta Zero SEB bygging í norsk, sem Zero Energy Building. Það að segja, það enga orku, hún gefur frá sér orku. Og þar koma efnin fram, þar notað umhverfisvæn efni. Við sjáum að sólarpaneling svolítið stór hluti af þessu.
en hún skapar orku. Á sumartímum þá gefur hún orku til netsins. Þetta hérna svaka verkefni. Þetta tæpar 300 milljónir norskar krónur í rannsóknarverkefni og þetta hér, það sem ég stjórnaði þessu, þetta var 250 milljónir norskar krónur. Við erum að tala að hvort verkefni sig velti ársveltu Háskóla Reykjavíkur. Þannig að ef við tökum sólarpaneelinn frá, þá sjáum við hér að ef við notum mismunandi efni, í þessu tilfelli steypu, og ég mun alltaf aðalega tala þessa umhverfisvænustu steypuna hér, þetta frétt frá frá Abu Dhabi í síðasta mánuði, því miður hann talar svolítið hratt, en hérna, ef þið vilja absolutt heyra það sem hann segir, هذا هو الفائز الأول والثاني. ألف مبروك لكل منهما 1500 درهم مقدمة من أبو ظبي. En hér verðum við að sýna þá umhverfisvænustu steypu og yfir 60 ára lífstíma byggingarinnar, þá sjáum við hvað þetta getur skapa rosa hérna. Hér annar forseti, hann hjálpaði okkur ansi mikið, en við spólum bara hratt núna. Þið getið lesið líka textana, vísir hann á arabísku, en þá veit ég hvað sagt. Aðrar byggingar í ljósinu, þessi ætlar að fá 70% vottun eða meira fyrir bygginguna sína og þetta náttúrulega ansi kostnaðarsamt og þeir ætla að vera hér í excellent eða betur. Þetta svona stigargjöfin eru. Í Noregi þá skylda fyrir opinbera byggingar að ná 55% af stigum. En stigakerfi fókusera rosalega á vatn, þetta tekið frá þeirra kennsluefni, vatn og orku. Og við eigum alltaf að spara orku, það ekki spurning það. Það bara ekki sömu aðstæður hjá Snæfellsstofu og í London. Það aðeins öðruvísi. Og þeir eru kannski frægir líka fyrir góður í bolta. Normenn hafa aðlagað aðeins, þeir hafa minnkað virkni vatns og notkun vatns og aukið aðeins efni. En þetta fór alveg rosa vinna og þetta eru hagsmunafyrirtækin sem að vinna í þessu. Það var yfir 100 manns sem stóðu að þessari breytingu Brim-Nur og ég ekki viss að við höfum efni á þessu. Hér annað sem alveg frægt mannverki sem verið að byggja núna, sem verður mjög vel, fær mjög góða einkunn og svo framvegis. Og þegar ég sýndi þetta í Singapore fyrir 1,5 ári síðan, þá hrópaði aftur kóruðumaður úr hennu, "Is this a jail?" Og ég sneri mér og sagði, "Yes, we call it Grand Jail Hilton." Og trúiði mér, það verður hjólastandur þar, af því hann skorar. Það ég. Og ég sýndi þessa myndi í dæminu, af því að hér dæmi eina rosa byggingu, þar sem einn aðili sem mengar alveg svaka mikið, 5-falt bara á við Ísland, allt Ísland, og þeir voru búin að gera platinum, en þeir gerðu ekkert fyrir efnin. Þeir gerðu bara hluti sem þeir gátu skora, en flagga þessu merki. Þetta svo göfulegt málefni. Það svo nauðsynlegt fyrir okkur að votta byggingar af því það fær okkur til að hugsa og við spörum þau hráefni sem við höfum. Við verðum að passa upp á móður jörð. En það þarfnast líka aðeins svona pínulítla aðlögun að þessu. Og ég byrjaði, ég sé einnig ljós í enda gangana. Þið sjáu það hér. Og ef það kemur. En í enda gangana þá sjáum við vistvæna byggð sem umhverfisvottun.
bara aðeins tekið til íslenskra aðstæða. Takk fyrir.